Velkomin í Ævintýrahattinn. Núna ætla ég að segja ykkur söguna eldfærin. Það var eins og dáti. Hann var komast í það, hann var komast lengi. Hann var svo þreyttur, hann ákvað að setjast aðeins niður. Og þá bara gömul kona. Sæll og blessaður dáti. Þú ert þreytur að sjá. Já, ég var að komast í hennu. Já, á það fátækur. Langaði þig til að vera ríkur? Já, það langar mér svo, sagði dáti. Sjáðu tréð þarna? Já. Inn í þessu tréi eru þrennar dyr. Já, og það eru 3 kistur bak við dyrnar. Ein með koparpeningum, ein með silfurpeningum og ein með gullpeningum. Já, og þeir eru mjög vel gætnar. Dyrnar. Eða kisturnar. Já, af hundum. Fyrsti hundurinn er með auga á stærð við Mylluspaða, næsti er með auga á stærð við Hallgrímskirkjuturn og þriðji er með auga á stærð við Svífaliturn. Já, en þú bara setur það bara á svunduna mína og þá setjast það alveg rólegur, svona þú taka eins og í kopar og silfur og gull bara eins og þau langar í. En það er eitt sem þetta gera, góði minn. Já, það er það. Ég nefnilega var þarna ung stúlka og það gaman og ég gleymdi eldfærunum mínu þarna. Væri til að ná við þau fyrir mig. Já, ekkert mál. Hann fer inn, opnaði fyrstu dyrnar og sá sig Mylluspaða augu. Hann setti svunduna, tók nokkar. Já, langar ekki til þetta. Þetta gerði hann líka næstu dyr og þar var hundurinn með Mylluspaða augu. Kíkti á stundum, langaði ekki til það, skildi það eftir. Svo fór hann að þriðju dyrnar og það var alveg hann sagði. Svífaliturn. Hann setti bara svunduna og svo fann hann skjóðu og fyllti skjóðuna bam, alveg bara að peningum, súpa, beinti svo inn og sá hann eldfærin. Jæja, þú getur kannski sagt mér hvað þú gerir við eldfærin, góð frú. Láttu mig bara fá þau. Já, ég vil fyrst vita hvað þú gera við þau, sagði dátin. Láttu mig fá það, þú ert ekkert góð kona. Þú ert norn. Hann tók sverðið og stakk í gegnum konuna. Já, nornina, hún dó. Svo gekk hann bara við þorpið. Keypti sér fín og dýr föt. Héldi veislur, hitti Róna sem var eitthvað fátæklega svona berla. Gaf honum peninga og endur svolítið partí í stand og síðan voru peningarnir búnir og dýr að finna íbúð, lúxusíbúðina. Þetta er bara einhverjum dýrir í kjallarakompi. Það var mjög kalt og hann ákvað að kveikja á eldfærin og þá gerði svo þetta. Sæll, húsbóndi minn, hundurinn með Mylluspaða, hvað er í gangi? Já, ég er samt fegin að nornin hafi ekki fengið eldfærin, Hún hefur bara sett álög á allt og bara reynt að gera þetta land bara algjöru ruglidulli. Já, en af hverju ertu hérna? Já, ef þú slærð einu sinni þá kem ég. Ef þú slærð tvisvar kemur hundur sem gætir silfursins og ef þú slærð þrisvar kemur hundur sem gætir gullsins. Já. En þú getur samt komið gull. Það skal ég gera. Hann kom með gull og endur tók sig. Honum fannst það rosalega gaman á partí. Einn daginn þá reyndar ákvað hann að taka sér smá pásu á partístandinu og tala eins við fátæklið. Þú talar langur. Já, nú er það ljótt. Nú, prinsessan.
Já, það er nú falleg prinsessan, en kóngurinn, já, hann er nú gefur sér besta skinn, nú er það ekki. Nei, sko, það er nefnilega svona spádómur sem segir að hann, ekki hann, þetta er hún, prinsessan, sko, já, eigi að giftast óbreyttum dáta. Ha, já, það er ekki alltaf leið. Jú, en kóngurinn finnst það ekki í lagi og löstarinn í turni. Ha, þvílíkur skepnuskapur. Já, en svona er þetta nú. Ég ætla ekki að það viðgangast. Svo fór hann heim, smellti þrisvar á eldfæranum og stóri sívalentins augnahundurinn kom. Sæll húsbóndi, færðu með prinsessuna. Og það gerði hann. Æ, litla dúlli, hann dúllaði svo mikið, það fattaði ekki. Sá svona varðað svona, hó og smellti og bara ákvað að smella kossi á hann. Síðan fór hundurinn með hana aftur. Heim í höllina. Daginn eftir morgunmatnum spyr kóngurinn. Hvernig svafstu? Bara mjög vel. Mér dreymdi svo fallega. Nú, hvað dreymdi þig? Já, mér dreymdi nú bara það að Dáti að kyssa mig. Hvað sagðirðu? Mér dreymdi að Dáti að kyssa mig. Já, þetta var nú bara draumur en ekki raunveruleiki vonandi. Já, þetta var nú svolítið eins og þetta var raunveruleiki. Tvöfaldið gæsluna. Og það gerðist. En Dátinn, hann var nú ekki búinn að gleymast þegar prinsessunni, nei. Bara náttúrulega hundinn næst átt að ná þinn aftur. Hann var líka dúlli. Og þegar kóngurinn frétti það var hann brjálaður og lét varðmennina, eða svona verði og riddaraorðunarið, setja kross á allar kross á hurðarnar. Af því hann ætlaði sko að ná í þessum dáta og óþverra sko. Hún ætlaði sko ekki að láta spádómi rætast. En hundurinn slári, hann sá nú við þessum og strókaði út alla krossa. Náði svo í prinsessuna, Dátinn dúllaði hana, hundurinn skilaði tilbaka. Kóngurinn var brjálaður þegar hann sá það að krossarnir væru ekkert. Hann nefndi þess ekki, setti hrísgrjón í skjóðu, setti gat á hana, hengdi hana á prinsessuna. Og svo þegar hundurinn náði í hana, þá duttu svona slóðuna, alla leið til dátans. Síðan dúllaði og svo náttúrulega skilaði hundurinn heim. Daginn eftir var bankað. Býr hér Dáti? Já, ég. Þú ert handtekinn. Handtekinn? Ég gerum ekkert gert. Jú, mannrán á hverju. Prinsessunni? Ha, já. Þú átt bara að koma hérna. Og hann var settur í dýflu svona. Æ. Hún vill að fyrir honum. Þarna dúsa skaltu bara. Hann vildi sko ekkert vera hann var mjög. Veistu það, hún langaði rosalega mikið til þess að vinir hans myndu koma að hjálpa honum. Hann átti enga peninga og vinir hans. Það var ekkert vinir hans. Vildi náttúrulega bara hafa hann. Það var peninga mikill. Þarna kjökraði hann og kjökraði.
Betlarinn var á göngutúr og heyrði og leit niður. Ég er svona komið fyrir dáti. Já, ég var bara handtekinn út því að við mannrán og konungsdótturinni, prinsessunni sjálfri. Get ég gert eitthvað fyrir þig? Já, þú getur farið í kjallarkompuna. Skal með? Já, það skaltu ná í eldfæri. Já, það ger ég. Skal ég gera. Ég fekk smá að borða. Síðan kom að því. Hún var dregin það sem átti að hengja hann. Jæja, sagði kóngurinn, nú skulum við hengja þennan dáta. Hengja? Það er nú algjör á þeim. Nei, við skulum hengja hann. Ég var að lesa lögin hrandi. Já, og samkvæmt þeim þá fær hver afbrotamaður eina ósk fyrir dauðadagsinn. Já, allt í lagi þá, færðu eina ósk. Leið og hann. Já, ég ætla að verðu fljótur. Leið og hún sagði fljótur. Kom. Betlarinn með eldfærin. Ég ætla að fá bara að kveikja á höndunum mínum í síðasta skipti. Og hann sló þrisvar. Húsbóndinn, taktu þennan kóng, þennan vonda harðstjóra sem bara að læsa prinsessuna inni í turni af því að spádómurinn talar að hún eigi að giftast óbreyttum dáta og hann vilji það ekki og búin að læsa í turni öll þessi ár. Ég vil frelsa hana. Það gerðu líka. Tók hann, fór mann í salnum og sagði þið skalt yfir þessa en niður ekki neitt. 100 fór mann langt í burtu. Hann síðan giftist dátiprinsessunni og þau lifðu hamingjusöm til æviloka. Endir.